Karen Sævarsdóttir, það ekki rétt getið á mér? Þú ert sigursælasti kvenkylfingur Íslandssögunnar, eða ekki? Íslandsmeistari kannski, jú, áttaskipti Íslandsmeistari kvenna. Áttaskipti röð, það ekki? Jú, það passar. En hvað, á hverju fórstu ekki upp í tuginn með þetta? Voru það betri eða? Nei, sjálfsagt, en ég hef oft verið spurð að þessu. Þetta er hérna frá því þegar náttúrulega það voru bara áhugakylfingar. Þegar ég var búin að sigra í 8. sinn þá gerist ég atvinnumaður. Já. Og þá voru reglurnar náttúrulega aðrar en þær í dag. Þannig að ég get notið vafans og segi hver veit að ég hefði tekið tuginn. En það, auðvitað eins og segi, þær voru alveg orðnar og eru góðar, sko. En ég get alltaf sagt þetta, ekki satt. Já, og hver á veifringja áttvaldan meistara. Segðu. En örugglega met sem verður kannski ekki slegið, en erfitt að slá, held ég. Já. Hvernig spilar þú síðast? Hvernig þú síðast á Íslandmóti? Bara manna ekki. Það var í Vestmannaeyjum. Síðast var ég Íslandsmeistari í Vestmannaeyjum. En þú hefði tekið þátt eftir það, ekki? Jú, ég fór í Grafarholtið. Hvenær var ég í Grafarholtinu? Valdís Þóra var Íslandsmeistari. Þannig að það er svolítið síðan. Já, en nú er eins og Ragga Sig sem þú glímdir nú við hana á sínum tíma. Nú var hún að keppa. Já. En hún Þórdís, er hún ekki alltaf með? Jú, hún er að leika líka mjög vel. Var bara, og er að stríða þessum stelpum og það er bara frábært. Það er mjög gaman að sjá þær standa sig vel og bara þær halda áfram. Það er gott. Já, en hvað er frétt á þínu golfi? Hvað ertu mikið að spila? Hefurðu getað skráðið til leiks og tekið þátt? Ég hefði getað það náttúrulega, en ekki svo að ég myndi gera það eins og ég vilji. Nei. Þannig að ég spila ekki nógu mikið, ég spila örlítið erlendis, en ég spila ekki nógu mikið hérna heima á Íslandi. En þetta kitlar sannarlega að horfa á völlinn svona eins og hann er. Þegar völlinn er í frábæru standi og veðrið, það er ekki oft sem er nánast dúna logn. Og til hamingju Keilisfólk, þú veist, þetta er bara alveg brilljant, sko. Frábæra, Þannig að þeir eru að setja standard sem við vonandi sjáum bara hér eftir. Algjörlega. Já, heldur betur. Og hver er svona þín tilfinning? Hver er að fara að vinna bara hjá báðum kynjum? Fyrir hvað heldur þú? Ég held að sé alveg margir sem að eigi möguleika og ég ætla bara að segja eitt og ég ætla ekki að nefna nein nöfn eða neitt en ég ætla að segja sá sem púttar vel eða best og sú sem púttar best, það verður sigurinn okkar. Já, það verður komin nöfn. Það er bara sá sem púttar best, það er eiginlega alltaf þannig. Það er bjarga sér á púttum og vippum, þannig að sáu það og sú sem að setja flest pútt í, það verður sigurinn okkar. Koma margir líka reyna. Já, það er að byrja að rigna á okkur. Eitthvað pínu drópaðan og þetta er bara rigning. Halda vellinu góð. Já, en ég er nú ekki búin að kíkja á veðurspána, veistu hvernig verður svona allan það eða eitthvað? Þetta skiptir það líka miklu máli. Ég er ekki alveg búin að sjá en það gæti verið aðeins meiri vindur á morgun. Gæti verið mjög gaman því þá breytast aðstæður. Þá verður völlurinn aðeins kannski harðari, flatirnar eru upp á 10 núna. Mjúkar taka vel við og ég er ekki hissa við sjáum þetta góða skor. En getur kannski eitthvað aðeins breyst ef það blæs og þornar. En ég held við eigum bara von á góðu. Þetta er bara veisla. Já, en á ég ekki setja pínu pressu á það, hvenær sjáum við Karinni Sævarsdóttir í Íslandsmóti? Það er eiginlega engin pressa. Ég held því miður að ég hafi látið sungið mitt síðasta í þessu. En ég fylgist vel með og aldrei að segja aldrei? Aldrei að segja aldrei. Og ég nýti þess að eiga nokkra kylfinga hérna og fylgist með þeim. Ok, takk hérlega fyrir. Takk fyrir.